Komið þið sæl. Í þessum þætti og fjölmörgum öðrum í sumar ætlum við að fjalla 95 ára sögu Sjálfstæðisflokksins og þátt flokksins í mótun 80 ára sögu lýðveldisins. Við fáum til okkar góða gesti sem allir hafa á sinn hátt mótað þessa löngu og merku sögu og lagt sitt af mörkum til flokksstarfsins. Gestur minn á þessu sinni Sigríður Anna Þórðardóttir, fyrrverandi alþingismaður, umhverfisráðherra, samstarfsráðherra Norðurlanda og þingflokksformaður. Vertu velkomin. Takk. Svona áður en við ræðum kannski þinn þing- og ráðherraferil, langar mig aðeins að ræða við þig störf þín fyrir flokkin bara almennt. Þú varst meðal annars formaður Landssambands sjálfstæðiskvenna, áttir sæti í miðstjórn og framkvæmdastjórn flokksins áður en þú ferð á þing. Allt eru þetta miklar ábyrgðarstöður innan flokksins. Hvernig kom til að þú fórst að starfa fyrir Sjálfstæðisflokkin og hvar nær það langt aftur? Það í raun og veru alveg aftur til 1978 sem að ég hef formlega þáttöku í starfi Sjálfstæðisflokksins. En ég hef verið sjálfstæðismaður alla tíð, alveg frá unga aldri. Því ég ólst upp á pólitísku heimili, þar sem að móðir mín var nú aðal drifkrafturinn, því að hún tók alltaf formlega þátt í starfi Sjálfstæðisflokksins á Siglufirði. Svoleiðis að ég var ofta að hjálpa til í kosningum. Já. Þannig að það var nú kannski fyrstu afskiptin af stjórnmálum. En það ekki fyrir að ég flutt til Grundarfjarðar, flutti þangað 1974, sem að ég fór að taka þátt beint með því að gerast flokksmaður og það var leitað til mín fyrir kosningar 1978, sveitarstjórnarkosningar, að gefa kost á mér framboð og ég tók þá ákvörðun að það var mjög spennandi kostur og byggðarlagið var ungt, það var margt sem þurfti að gera og mér langaði bara hreinlega til að leggja mitt lið til þess. Já, þú gerði það sannlega, varst 3 kjörtímabil í sveitarstjórn og þar af oddvitir hefsnefndar í tvígang. Hvernig gekk það og hver eru stóru málin frá þeim tíma? Það var náttúrulega svo rosalega mikið af uppbyggingarmálum. Það bara til að nefna eitthvað. Það voru náttúrulega skóla og íþróttamál, byggja bæði sundlaug og íþróttahús og bæta við grunnskólan og annað slíkt og gatnagerð, bundið slitlag. Það var svo hafnagerð, gríðarlega mikil hafnamannvirki byggð á þessum tíma. Þannig að það var alveg ótaljandi spennandi verkefni sem að lágu fyrir. En svo 1991 þá gefur þú kost á þér til setu á Alþingi og ert fyrst fyrir Reykjaneskjördæmi og svo Suðvesturkjördæmi. 16 ár samfellt. 16 ár samfellt. Það gera þér betur. Það var mjög spennandi tími. En hvernig kom það til? Það var nú bara þannig að ég langaði til að vera áfram í stjórnmálum. Og við hjónin tókum það ákvörðun að flytja frá Grundarfirði 1990 og þá velti ég töluvert mikið fyrir mér. Ég hafði verið í framboði í 5. sæti á Vesturlandi sem var auðvitað ekki þingsæti að sjálfsögðu, engin möguleikar á því. En hafði þá tekið þátt í kosningabaráttunni fyrir kosningarnar þá og ég raun og veru velti fyrir mér að þetta gæti verið mjög skemmtilegt og áhugavert og mikilvægt. Svoleiðis að ég var ekki alveg viss hvort þetta að reyna fyrir mér áfram á Vesturlandi eða í kjördæminu þar sem að maðurinn var að taka við sem prestur. Og það endaði með því að ég tók það ákvörðun að fara í framboð í Reykjaneskjördæmi. Sem var Mosfellsbær sem við vorum þá flutt til, var auðvitað í því kjördæmi þannig að það var langeðlilegast fyrir mig. Og ég hendi mér alveg á alefli í prófkjör og ég var í 5. sæti á listanum og við unnum stórsigur sjálfstæðismenn þannig að ég fór á þing. Bjóst aldrei við því raun og veru kannski í alvöru. Þar með var teningunum kastað og þú náttúrulega áttir, eins og ég nefndi áðan, 16 ára samfellda setu og þingi og ráðherra meðal annars, en svona ef þú horfir tilbaka yfir hennar feril, þú situr í
fjölmörgum nefndum. Þú ert formaður menntamálanefndar Alþingis, þú ert formaður sérnefndar stjórnarskrár, formaður utanríkismálanefndar, fyrst kvenna bara í sögu Alþingis. Þú ert formaður umhverfisnefndar og bara auk fjölmargra annara þingnefnda eða nefnda á vegum þingsins. Þetta er fjölbreytt störf. Hver eru svona maður horfir út frá sjálfstæðisstefninu og svona árangri, hver eru svona eftirminnilegustu málin? Þetta er langur tími auðvitað. Þetta er auðvitað rosalega langur tími og svo mörg mál sem að mætti nefna. En mér er auðvitað mjög minnistæði til dæmis menntamálin. Af því ég var formaður menntamálanefndar í 11 ár, sem er auðvitað mjög langur tími. Já. Og það voru mjög stór mál sem voru til umfjöllana til dæmis á fyrsta tímabilinu. Það var ný löggjöf menntamál, bæði grunnskóla og framhaldsskóla. Og ég hefði verið skipuð í nefnd til þess að leiða starf í endurskoðun á bæði grunn- og framhaldsskólalögunum. Og að innifól meðal annars í sig til dæmis að færa grunnskólan frá ríkinu til sveitarfélaga. Og það var auðvitað verkefni sem var mér mjög hugleikið, þannig að þetta er svona kannski fyrsta svona stóra verkefnið sem að ég fekk tækifæri til þess að hafa mikil áhrif á. Og svo er auðvitað ótaljandi mörg spennandi verkefni í öðrum nefndum eins og heilbrigðisnefnd. Það voru gerða gríðarlega mikla breytingar á heilbrigðismálum á þessum árum öllum, alveg stórkostlega breytingar og sumar mjög umdeildar. Já. Og ég man eftir því á fyrsta kjörtímabilinu mínu líka að Sighvatur Björgvinsson var þá heilbrigðisráðherra og þá vorum við nú ekki alltaf sammála sjálfstæðismenn og Alþýðuflokkurinn. Þannig að það var spennandi en svo er þetta auðvitað orkumálin, auðlinda nýting og annað slíkt sem að eru mjög stór mál. Já. Rammaáætlun sem að var mál sem að skipti miklu því að það höfðu verið svo mikla deilur og það þurfti einhvern veginn að koma þessi í þann farveg að það væri ákveðið hvar skildi virkja og hvar ekki. Og það er svona miður hvað það hefur gengið í raun og veru á síðustu árum illa að fara eftir því sem þá var ákveðið. Og ég tel að það sé auðvitað mjög nauðsynlegt að það breytist og ég veit að það hlýtur að gera það. Og svo voru umhverfismálin náttúrulega mjög spennandi, náttúruverndin. Þannig að það er svo óteljandi margt. Ég satt líka í efnahags- og viðskiptanefnd tíma. Já. Og þar voru auðvitað alltaf svona mál sem að skipti miklu máli bara fyrir ríkisfjármálin. Þannig að það er svo margt. Ég satt alltaf í 3 nefndum. Allan þingferðin? Nánast allan tíma sem ég var þingmaður óbreyttur. Það er náttúrulega fyrir breytingarnar á nefndarskipan þingsins. Já, það má segja að í dag og svo er það líka auðvitað þannig að allan þennan tíma þá vorum við í stjórn og þá þurftu þingmenn að taka miklu meira á sig því að það voru auðvitað margir ráðherrar sem voru þá ekki í fótgönguliða hópnum, ef svo má segja. En er eitthvað svona átakamál stór á þessum árum sem þú svona kom upp í huga? Já, það eru til dæmis, EES-samningurinn var náttúrulega á fyrsta kjörtímabilinu mínu líka. Það var mjög mikið átakamál. Heldur betur. Og það voru mjög þung orðalátin falla í þinginu út af því sem að föðurlandssvik og ýmislegt fleira. En það var auðvitað mjög spennandi mál. Og hefur gagnast okkur vel? Já, hefur gagnast okkur gríðarlega vel. Þó að við hefum kannski mátt stundum stíga alltaf fastar í ístaðið og bremsundar. Já. Það er nú verið að reyna aðeins að horfa betur á það núna. Já. En svona 98 til 2003, þá brýtur þú aftur blað, þú ert búin að brjóta blað sem formaður umhverfis, eða brýtur líka blað sem formaður utanríkisnefndar, en þú brýtur blað í jafnréttissögu flokksins þegar þú ert kjörinn formaður þingflokks sjálfstæðisflokksins. Svona í hverju, fyrir þá sem ekki vita, í hverju er það starf helst fólkið og einhver svona stór mál sem að reyndi sérstaklega á þig sem þingflokksformann? Maður sér það þegar maður fylgist með þinginu og það reynir mikið á þingflokksformann.
Já, það auðvitað að vera þingflokksformaður, það auðvitað svona að leiða þingflokkin, skipa fólki til verka og fylgjast svona með og halda utanum, starfa með öðrum þingflokksformannum og auðvitað forseta þingsins. Það eru alltaf reglulegi fundir á milli forseta með þingflokksformannum til að skipuleggja þingstarfi frá bara viku til viku. Og síðan er náttúrulega mjög oft í þinglok, þá reynir mjög mikið á þingflokksformanninn að ná samkomulagi þinglokin og hvaða mál megi bíða og hvaða mál verða að halda áfram og svo framvegis og verða að ljúka. Þannig og svo ef að það eru átök, þá þarf þingflokksformaðurinn líka að beita sér og líka ákveða kannski hverjir taki til máls í tilteknum málum og annars slíkt sem eru umdeild. Þannig að það er svona og svona deila út á milli fólks verkefnum. 2004 þá brýtur afturblað, svo ég noti það orð, þá ertu skipuð umhverfisráðherra. Þú ert 7. umhverfisráðherra frá stofnun ráðuneytisins 1990 og 1. þingmaður Sjálfstæðisflokksins til að gegna þessu embætti. Situr þar til ársins 2006 og ég man eftir umræðu frá þessum árum þar sem óákveðinn hópur taldi alveg ómögulegt að Sjálfstæðisflokkurinn færi með þetta ráðuneyti. Var erfitt að koma inn í þennan málaflokk? Nei, mér fannst það alveg stórkostlegt tækifæri og ég verð að segja það að mér fannst þessi umræða bara alveg gjörsamlega út í hött vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn hafði alltaf sinnt þessum málaflokki mjög vel. Við áttum fólk í Sjálfstæðisflokknum sem hélt alveg sérstaklega fram náttúruvernd og umhverfismálum. Og ég get nefnt hér til dæmis Elínu Pálmadóttur sem var borgarfulltrúi, sem satt í náttúruverndarráði árabil og fjallaði mikið umhverfismál, Birgir Kjaran og Ragnhildi Helgadóttur, Gunnar Thoroddsen sem var þá einn af okkar foringjum og svo margar sem ég gæti talið upp og í ríkisstjórn Geirs Hallgrímssonar árið 1975 þá var tekið frumkvæði að því að stofna eða skipa umhverfismálunum í sess í stjórnsýslunni, í stjórnskipan landsins og það tók nokkur ár að koma því máli áfram og Sjálfstæðisflokkurinn hélt í alltaf vakandi, flutti frumvörp og talaði fyrir málunum í þinginu og það svo ekkert fyrir en bara þegar verður að mynda ríkisstjórn árið 1990 sem að loksins gengið í það að stofna sérstakt ráðuneyti. Svo það má eiginlega segja að það hafi verið fyrst og fremst það sem að orsaka að akkurat á þeim tímapunkti var það til. Einhverjir hafa nú jafnvel haldið því fram að það hafi nú bara verið gert til þess að tryggja nægilega margar ráðherrastóla svo að borgaraflokkurinn sætti sig við að koma inn í þessa ríkisstjórn. Ég er alveg sammála því. Og ég get meira að segja nefnda að af því að ég tók þátt í kosningabaráttu fyrir kosningarnar 1997, þá það mér mjög í fersku minni þegar við sátum á samráðsfundi af öllu landinu að þar voru menn inni sem að fóru síðan og stofnuðu, sem sagt fóru sér frambóð. Já. Það var mjög merkileg reynsla. Já, ég trúi því. Já. En svona ef við horfum bara á þennan tíma í ráðuneytinu, hver voru svona helstu málin á þessum tíma? Það var náttúruverndarmálin voru mjög svona áberandi af því að það var verið að vinna að stofnun Vatnajökulsþjóðgarðs. Já. Og það var alveg gríðarlega stórt verkefni og það var umdeilt, þannig að það var mjög mikilvægt að reyna að ná sérstaklega meðal bænda og margar sveitarstjórnarmanna, bæði norðan og sunnan við þjóðgarðinn og þannig að ég átti mjög mikið að fundum með sveitarstjórnarfólki og bændum á Suðurlandi og líka á Norðurlandi og það var alveg sérstaklega skemmtilegt verkefni og
ég veit að þetta hefur reynst mjög góð ráðstöfun og hefur verið til góðs fyrir sem sagt, báða þessa eða allt umhverfið í kringum Vatnajökulsþjóðgarð og til að hafi sannað sig mjög vel að þetta var rétt ákvörðun. Svo voru auðvitað loftslagsmálin mjög mikið í deglunni, gríðarlega mikið þungi á þeim á þessum tíma og það var svo margt sem að var við að vinna mengun vatns og sjávar og mengunarmálin og ýmislegt sem að tengdist því og svo auðvitað orkumálin sem náttúrulega órjúfanlega tengd náttúruvernd svoleiðis að það var svo ótalmargt mjög spennandi og þar að ekki líka þá bara svona mál eins og til dæmis bílar sem að ekki notu sem sagt jarðorku að það var aðeins komið inn í umræðina. Ég man eftir ég hafa rætt það einmitt inn á ríkisstjórnarfundi að það geti verið skynsamlegt fyrir stjórnarráðið að beita sig fyrir því að ráðherra bílar eru allir umhverfisvænir. Það var nú ekki af því þá en það er sama þetta var komið í umræðina. Þetta eitthvað stað verður að byrja og því að við vorum að tala áðan að það voru einhverjar efasemdaráttir að Sjálfstæðisflokkurinn þetta fyrir umhverfisráðuneyti þegar að þú settist í stólu umhverfisráðherra og svona menn hafa sumir hörðustu andstæðingar okkar auðvitað ekki með réttu en menn halda því stundum fram að við séum ekki flokkur sem höfum mikinn áhuga á umhverfismálum. Ég veit að þú sterkar skoðanir á þessu. Ég meina Sjálfstæðisflokkurinn hefur þrátt fyrir að hafa ekki fengið mörg tækifæri í umhverfisráðuneytinu tvisvar en hann verður alltaf lagt mikla áherslu á umhverfisvernd og sjálfbærni og annað. Já, það er bara segir sjálft. Og ég held líka að þetta er ekkert svo flókið, þetta er bara þannig að við eigum land sem að er einstakt í veröldinu myndi segja, hvað varðar auðlindir, bæði í sjó og á landi. Og það þarf ekkert að segja til dæmis þjóð eins og Íslendingum hvort að það eigi að nota það tækifæri sem við eigum í þessu eða ekki. Auðvitað hljótum við að gera það. En við þurfum að nýta náttúruna og gæði hennar af ábyrgð og ekki og nota þá sjálfbærni, ekki bara eins og forfeður okkar hafa alltaf gert í þessu landi. Þú nýtir landið af skynsemi og miðin en eyðileggur ekki þar sem að þú þarft að skila síðan til komandi kynslóða í góða ástandi. Þannig að þetta er algjörlega í samræmi við sjálfstæðisstefnuna að nákvæmlega þessi grunngildi. Og maður getur alveg rifjað upp hitaveituvæðingin hún keyrð áfram á sjálfstæðismönnum. Það er nú ekki spurning og til dæmis bara þáttur okkar forystumanna í því eins og Jóns Þorlákssonar og borgarstjórana í Reykjavík og þannig að þetta er auðvitað stórkostlegt ævintýri. Nýting fallvatnana hérna á 7. áratugnum þegar við gerum byltingi í því og fórum að. Það er engin spurning að við höfum verið í forystu í þessu. Og ég held reynda núna til dæmis að þá sé auðvitað komið að því að við förum í frekari leita til dæmis heitu vatni. Það var gert slíkt átak þegar það var olíukreppan á sínum tíma á 8. áratugnum og ég held að við þurfum virkilega bara að horfa framan í það að það er eitthvað sem við þurfum að fara að skoða að gera ennþá frekari rannsóknir á jarðvarmanum í okkar landi þó við séum sérfræðingar í því og miðlum öðrum þjóðum að þekkingu okkar. Algjörlega og ég meina það er bara nýbúið að finna vatn á Ísafirði eða inn í Ísafjarðardjúpi og Selfyssingar voru nú bara að finna vatn bara rétt hjá Selfosskirkju og bökkum árinnar þannig að það er sem betur fyrir verið að vinna að því og það er mikil tækifæri í því. En eitt sem ég hef áhuga á því að embætti samstarfsráðherra Norðurlanda er ennþá til í dag, það er samstarfsráðherra í ríkisstjórn og búið að vera mjög lengi og þú gegndir embætti samstarfsráðherra Norðurlanda. Ég er ekkert viss að margir
sjálfstæðismenn hafi gegnt þessu embætti. Segðu okkur aðeins frá því, í hverju felst það? Já, það er raun og veru felst í því að það er náttúrulega norrænu ráðherrarnir vinna allir saman og það er einn ráðherra í hverju landi sem er skipaður samstarfsráðherra og er þá svona eins og afl sem að svona sameinar kraftana en allir ráðherrar eru samt starfa saman á sínu málasviði en samstarfsráðherran er sá sem heldur utan svona heildina og það eru mjög mörg stór verkefni á vegum Norðurlandaráðs og Norðurlandaráð og Norræna ráðherranefndin sem að ráðherrarnir sitt í og það auðvitað líka og samstarfsráðherrarnir að það eru heilmiklir fjármunir sem að fara í starfið og það eru mjög mörg verkefni á öllum Norðurlandunum sem njóta góðs af því. Heldur betur og við náttúrulega höfum náð miklum árangri í því að vinna saman. Já, ég myndi segja að þetta er einstakt samstarf í heiminum. En það er voru lítið svona talað þetta ráðuneytið eða semst þennan ráðherra titil, þetta er kannski ekki ráðuneyti beint. Nei, þetta er ekki beinleginn sagt að segja að þetta sé ráðuneyti, heldur er þetta embætti. Embætti, akkurat. Og það er líka gaman að því hún nefnir norrænu samvinnuna að ég var forseti Norðurlandaráðs þegar við vorum með formennsku og það er gott og gaman að geta getið þess að Ragnhildur Helgadóttir hún var fyrsta konan sem settist í embætti sem sagt forseta Norðurlandaráðs og þetta er embætti sem að fer á milli sem sagt landana þannig að það er bara 1 ár í senn og þegar Ísland var með formennsku í Norðurlandaráði þá var forsetinn alltaf hjá okkur og svoleiðis gekk þetta til að hvert land hafði 1 ár í formennsku í Norðurlandaráði og þannig er það enn og núna í dag þá er okkar kona á þinginu í embætti. Bryndís Haraldsdóttir. Já. Svona að lokum og einmitt kannski tengt þessu brautryðjandastarfi ykkar margra kvenna í þingflokki Sjálfstæðisflokksins. Auður Auðuns, hún verður dómsmálaráðherra 1970, fyrst kvenna bara í sögu landsins til að gegna ráðherraembætti. Ragnhildur Helgadóttir sem við vorum að tala áðan að hún verður menntamálaráðherra 1985 og er þá önnur konan í sögu Íslands til að gegna ráðherraembætti og báðar eru þær úr Sjálfstæðisflokknum. Og síðan þá, svona 85 eða semst eftir það kjörtímabil og alveg framundir aldamót og þá sita jafnaði ein kona í ríkisstjórn hverju sinni. Þú ert sem sagt 50 kvenráðherran úr röðum Sjálfstæðisflokksins og í dag ef við bara spólum fram að þá er kynjahlutfall í ríkisstjórninni 6 konur og 6 karlar og röðum Sjálfstæðisflokksins í fyrsta skipti reyndar en komið svo langt að það eru 3 konur og 2 karlar. Og þú ert fyrst kvenna formaður utanríkisnefndar Alþingis og fyrst kvenna formaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins og þetta er mikil saga, ég er ekki viss að allir gerir sig grein fyrir því. Hvernig var að vera kona í þingflokki Sjálfstæðisflokksins á þessum 16 árum sem að þú áttir sæti frá 91 til 2007? Þið voru nú nokkuð fáar í byrjun en síðan fjölgaði ykkur og þið voru held í flestar 9, ef ég man rétt. Það hefur gríðarlega mikið breyst síðan. Hvernig líður Sigríði Önnu Þórðardóttur með að eiga jafnstóran hlut í sögu flokksins þegar kemur að jafnréttismálum og raunveruleika? Mér líður náttúrulega afskaplega vel með það. Ég er mjög þakklátt fyrir að hafa fengið að taka svona mikinn þátt í að efla flokkin okkar. Og ég get ekki neita því að ég finn til stolts líka. En mér leiði alltaf óskaplega vel í þingflokknum. Og ég fann aldrei annað heldur en að konurnar stæðu nákvæmlega jafnfætis körlunum. Þannig að það var aldrei nokkuð tíman hægt að greina það að okkur væri treyst eitthvað síður, en það sérðu það þegar þú skoðar feril okkar kvennanna í þingflokknum að þar höfum við alltaf alla tíð gengt mjög miklum trúnaðarstörfum og forystustörfum og engin bilbugur á okkur.
Og engir kynjakvótar, þess hefur ekki þurft til að ná þessum Nei, aldrei nokkuð tíman. Það var, ég held að það hefur bara aldrei nokkuð tíman tíðkast. Við látum þetta vera lokaorðin í þessum þætti, Sigríður Anna. Takk kærlega fyrir komuna, það var gaman að spjalla við þig og fá þína sögu. Við höldum áfram að fá til okkar gesti í næstu þáttum og til að fjalla sögu Sjálfstæðisflokksins í 95 ár. Samofna 80 ára sögu lýðveldisins. Við fáum fjölbreyttan hóp fólks sem hefur mótað þessa sögu og haft áhrif á hana. Alla þætti má nálgast á helstu hlaðvarpsveitum á YouTube og á heimasíðu flokksins xt.is. Þangað til næst, lifið heil.